Steini, leik lokið hérna í Gummersbach. 8 marka tap en þrátt fyrir allt mörgveldi góð frammistaða hjá okkur. Já, í sammála. Liðið spilaði á köflum bara sín besta bolta á móti, verð ég að segja, bara gríðarlega sterku liði Gummersbach sem er magna handboltalið, ótrúlega vel þjálfað og ég var á löngum köflum óbúslega stoltur af mínu liði í dag. Við erum einhvern veginn svona í leik lengstum. Við erum með eitthvað moment þegar ég manna ekki nákvæmlega cirka 10 mínútur eftir að minnka þetta í 3 mörk. En við vorum að mæta liði sem að refsa fyrir öll mistök og eru hrikalega góðri. En margir mjög jákvæðir punktar í okkar leik. Á þess að fara djúpt í afsökunarbókina þá erum við að spila á móti líklega einu besta liði í þessar keppni. Já, bara frábært lið og bara staða þeirra í Bundesligunni segir bara allt og já, virkilega öflugt lið sem við vorum að mæta og ég er ekki nokkur að vafa að leikur eins og þessi gerir okkur að betra liði og það er það sem við ætlum okkur að fá út úr þessu að stækka í þessu Evrópuverkefni og verða sem klart mál, þeir eru atvinnumenn og ég held að sé bara að vinna hjá mönnum bara strax á fimmtudaginn í okkur sko. Og svo talandi atvinnumenn, þá kemur annað atvinnumannlið næsta þriðjudag í Kaplakrika. Já. Það kostar að halda út í svona keppni og taka þátt í þessu. Já. En við getum náðið tilbaka ef að F-fóðingar mæta og fylla þessi 2000 sæti sem við höfum í kriganum. Já, ég held að það sé besta fjáröflun sem við getum fengið út úr þessu að má ekki gleyma því. Þetta er óbúslega vinna að taka þátt í svona keppni. Við gerum það glaðir, tek það fram. En þetta eru mikil útgjöld og menn eru að leggja ótrúlega vinnu á sig fyrir utan almenna vinnu og æfingar og leiki og þétt prógram og allt þetta. Þannig að ég verð bara að segja að ég biðla svo innilega til F-fóðinga að mæta næstkomandi þriðjudag þegar við fáum Toulouse í kriganum. Við vorum í hörkuleik á móti þeim út í Frakklandi og ég veit að strákarnir munu gefa allt til að klára þessa keppni með bravör og ég vona svo innilega að F-fóðingar styðji okkur á pöllunum en að sjálfsögðu líka til að láta þetta dæmi ganga upp peningalega. Lokum við svo sigur á þriðjudaginn. Það væri óskandi og við getum það með hjálp F-fóðinga. Geggjaður. Takk vel.